Ég veit ekki eiginlega hvar ég á að byrja eða hvernig ég á að byrja. Ég þvílíkt í skýjunum núna þessa vikuna. Á mánudaginn, í dag laugardagur sem sagt, á mánudaginn 10. ágúst nákvæmlega, á 35 ára brúðkaupsafmæli okkar hjónanna, þá ákvað ég eftir smá umræðu á súrdegið, þá ákvað ég að stofna mína eigin grúpu á Facebook. Og viti menn, á einum sólarhring þá skráðu 1100 manns sig inn í þessa grúpu. Og hér stend ég, auðmjúkur og gjörsamlega eiginlega bara veit ekki hvað ég á að segja. Vegna þess að ég átti enga veginn von á þessu og ég var alls ekki búinn að átta mig á því hversu mikið fylgi ég var komið með eftir þessi 15 vídeó sem ég er búinn að gera. En svona er staðan og hún er frábær og það er ykkur að þakka. Það er þér að þakka. Þetta heldur bara áfram, ég er ekki hættur. Ég vona að einhver átti sig á því og sjá að ég er alltaf að reyna að gera eitthvað betur, gera eitthvað öðruvísi. Bæta upptökuna og ég sé það núna að þessi myndavél hérna sem að tekur niður á borðið, hún er inn í myndinni sem er allt í lagi. Við lögum það bara seinna. En enda er ég ekkert að nota hana akkurat núna. Ég kom með nýtt gamalt ljós, ég fekk mér stærri regli til þess að fá meira ljós og svo framvegis og ég er að reyna að laga hljóðið með því að vera með míkrafón hérna á bólnum og svo er ég með í vasanum upptökutæki og þetta syngast svo allt saman í þessari eftirvinnslu sem hún kolluð. En ég ætla nú ekki, rauninni ekki að tala svona mikið um þetta en svona fer þetta bara. Við erum að fara að gera ciabatta í dag. Ciabatta er að mörgum talið þetta erfiðasta brauð sem maður gerir og það eru mjög margir, mjög hræddir við að gera það út af því hversu óbúslega blautt það er. Það er kallað high hydration á ensku, ég er nú ekki alveg með enska orðið og ég er alveg viss að það er eitthvað úti með enska orðið yfir þetta. En það er allavega rosalega blautt og svona pínlítið öðruvísi að meðhöndla heldur en önnur brauð. Og yfirleitt er þetta gert með ger en ég ætla að gera þetta með súrdegi. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra að öðru leyti en því að þakka þér fyrir að vera með í þessu ferðalagi mínu og þakka þér fyrir að gera það verkum að ég kom með þessa risastóru Facebook-grúpu sem að telur tæplega 1500 manns í dag. Takk endalaust. Ég elska ykkur. Látum þetta duga, skelli mér í gallan, kem svo aftur. Þá erum við komin í ciabatta. Ciabatta, ég veit ekki hvernig þetta er borið fram. Maður ákvöldu finnum ekki einhvern ítala sem er góður í þessu. En allavega í þessu þá er ég með 500 grömm af brauðhveiti, 1,5 teskeið af salti, 1,5 af olíu, ég er bara með extra virgin olíu, það má nota hvaða olíu sem er. Ég er með 200 grömm af súr og 470 grömm af vatni. Og þetta fer bara allt saman í hræri vel að skálina og eins og alltaf þá set ég súrinn onni í vatnið. Bara svona svo við fáum að sjá hann fljóta hérna á vatninu eins og alltaf. Nei, þetta er nú bara sérviski mér eins og ég hef sagt áður. En allavega 200 grömm af súr út í vatnið. Hann flýtur alveg hreint eins og korktappi. Hveitið
salt, olía og ég sagði áðan að þetta væri svona eitt erfiðasta brauð að gera vegna þess hversu blautt það hversu hátt vatnsinnihald í því. Og það akkúrat ástæðan fyrir því að þetta allt að fara út allt hérna hjá mér. En allt góðu, sleppur allt saman. Já, það sem ég ætla að segja, það sem ég sérstakt í þessu, að við notum spaðan í hrærivélinna, ekki krókinn eins og venjulega. Og það einfaldlega til þess að ná að teygja glútenin mjög vel í hveitinu eða í deiginu. Þetta fer bara í gang. Byrjum náttúrulega sjálfsögðu í rólegum hraða á meðan við erum að fá deigið saman. Og þegar við förum að sjá deigið koma saman þá sjáum við hversu blautt það og það límist við skálina. Ég er alveg hissa hversu lítið það límist ennþá við en það gerist. Svo setjum við á næsta hraða. Og það svona eins og ég sagði, það límist verulega við. Og þegar þetta komið svona vel saman, þá setjum við á svona góðan hraða, skulum við segja. Þetta svona 3.–4. hraða á þessari vél. Við setja á svona 4–5 með þessa vél. Þetta þarf að malla svona í vélinni í einhverjar mínútur. Alltaf sé ekki svona 4–6 mínútur sem þetta mallar. En við þurfum ekki að taka tíma á því vegna þess að Degi segir okkur hvernig það er tilbúið. Það fer að losna frá hrærivélaskálinni eða hrærivélaspottinum þegar það er að verða tilbúið. Og við bara gefum því þann tíma sem það þarf. Bætti þarna aðeins við hraðan. Sjáðu núna, nú er deigið orðið alveg laust frá pottinum og leyfið því aðeins að hnoðast örlítið meira eftir að það byrjar að losna frá pottinum. Svona. Og þá er þetta búið að hnoðast eins og þarf. Og ég ætla bara að losa þetta úr pottinum eins og lög gerir ráð fyrir. Og þá sjáum við hversu teygjanlegt það og hversu blautt það er. Besta leiðin þegar maður er að eiga við svona verulega blautt deig, það er að vera með blautar hendur. Ég er nú ekki að bleita hendurna núna svona í augnablikinu en ég þarf að gera það til þess að taka þetta upp úr hrærivélaspottinum. Komum með vatn í skál og skálina sem ég ætla að setja deigið í. Og ég ætla bara að bleita sköfuna sem ég er að nota til þess að ná þessu úr, því þetta er allt svo stykki. Og við bara sköfum þetta úr. Og setjum þetta beint í, það var eitt sem ég glemdi, það var að setja svolítið olíu í skálina. Alls ekki mikið, bara rétt svona til þess að smyrja innan í botninn á skálinni og þannig að deigið sé ekki að festast mikið við. Svo tek ég þetta bara og setja í, aðeins að toga í það svona, ekki sem skiptir máli.
En nú þarf að gera þetta, eða láta þetta bíða. Og þetta bíður í þrisvarsinnum 45 mínútur og alltaf á 45 mínútur fresti þá tegi ég á felli sem sagt degið ég kem inn úr sýningu það þegar það kemur. Sjáumst á. Þá þetta ciabatta búið að standa núna í þrisvarsinnum 45 mínútur og ég er búinn að fella það tvisvar sem sagt á tímanum, alltaf á 45 mínútna fresti. Og þetta hérna er síðasta fellan og eins og ég talaði áður að það er gott að vera með blautar hendur þegar maður er að teygja og fella svona ciabatta. Ég teygi þetta bara svona upp og felli, legg það svona yfir sjálft sig. Förum bara hérna hringinn, reynum að teygja það þannig að við bara teygjum á því, við rífum það ekki. Og svona, þetta er orðið fínt. Síðan ætla ég bara að setja þetta til hliðar og ég ætla að gefa þessu bara nokkrar mínútur til þess aðeins að slakna. Lefa þess aðeins að slakna áður en við byrjum að móta úr þessu brauð. Ég ætla að gera svona lítil brauð, svona hálfgerð samlokubrauð eða samlokustykki, getum við kallað það. En allavega þangað til þá hérna bíðum við bara. Sjáumst eftir augnablik. Búið að liggja hérna í örskamma stund, bara einhverja 5 mínútur eða eitthvað. En nú breytum við, nú hættum við að nota vatn og vorum að nota hveiti eða ég er hérna með hrísmjöl sem finnst mjög þægilegt að vinna með. Það er mjög þægilegt að vera með þetta í svona litlu sigti þegar maður er að strá þessu á borðið. Nú ætla ég bara að hella þessu hérna úr skálinni á borðið og reyna að snerta það sem minnst núna hér eftir. Búinn að teygja það, búinn að fella það og ég nota bara sköfuna mína hérna, reyna að kveita hana aðeins og nota hana bara svona til þess að móta þetta svolítið áður en ég sker það niður í þær stærðir sem ég ætla að hafa það. Og ég reyna að fá þetta bara svona cirka ferkanta, kannski teygja aðeins á þessu svona örlítið. Eins og að fá þetta þannig að ég ætla að skipta þessu í fjóra bita og ég reyna að taka eins lítið loft úr þessu eins og ég get. Ég er náttúrulega tiltölulega nýbúinn að fella þetta og þetta ger ég bara með því að taka það í tvennt hérna. Svona og svo aftur í tvennt. Það þarf ekki að vera nákvæmt. Og svo aftur í tvennt hér. Og svo til þess að við getum aðeins gefið þessu aðeins átt við þetta og gert þetta svona aðeins lengra og mjórra, þá ætla ég að leyfa því að hvíla svona í þessum 4 stykkjum bara í nokkra mínútur. Kem aftur þá. Já, það sem ég er búinn að gera núna er að ég er með ciabattabrauðin hérna tilbúin, eða tilbúin er ekki alveg tilbúin, þau eru svona að bíða. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að baka þau á pítsusteini. Hérna er ég með plötu sem fylgdi steininu mínum og ég klippti bara út bökunarpappír í sömu stærð og ætla að setja brauðin á hann til þess að geta rennt þeim inn á pítsusteinin. Pítsusteinin er komin hérna í ofninn og ég ætla bara að renna þeim inn á hérna steinin með pappírnum. Við sjáum hvernig þetta gengur. Kemur í ljós. Ciabatta tilbúið í bakstur. Þannig að það sem ég ætla að gera núna er að færa þetta sem sagt yfir á þetta hérna
þennan pappír sem ég var að sýna ykkur áðan og koma þessu sem sagt inn í ofnin á steinin, á pítsasteinin. Þetta nú ekkert einfalt í meðhöndlun, þetta er svo blautt og náttúrulega búið að hefast núna. Þannig að ég efast ég komi nema kannski 2, jafnvel hugsanlega 3 á plötuna. Ég reyni eitthvað svona eiga við þetta. Ég set bara 2 því þau eru 4. Þá fer bara vel þetta. Og það er allt í lagi, þau fá þá bara aðeins meiri hreyfingu og það er í fínu lagi. Þau þola það alveg. Þetta er ekki nema svona kannski 15 mínútur að bakast. En nú ætla ég að taka þessa myndavél með mér og opna ofninn og leyfa ykkur að sjá hvernig þetta rennur inn í ofninn af plötunni. Snýðinni svona og svo renni ég þessu bara inn í ofninn af plötunni. Pappírinn fýkur yfir. Þannig að ég þarf að setja eitthvað ofan á pappírinn. Tökum þennan teskeið. Leggjum á pappírinn svo hann fjúki yfir og lokum svo ofninum. Svo bíðum bara meðan þetta er að bakast. Ég er búinn að taka þessi 2 fyrri út sem ég var að baka. Þau líta rosalega vel út, þetta er sjóðandi heita þá. Þau líta mjög vel út. Ég bakaði þau á mjög háum hita, ég ákvað að baka þau á 250 og bara til að sjá hvernig það kæmi út og á pítsasteini. En ég var ekkert yfir mig hrifinn af því að baka á steininu, þau eru svolítið dekkri á ofan heldur en í botninn. Þannig að ég ætla að gera eina tilraun enn og sjá hvernig það kemur út og það er að setja bara næstu 2 á plötuna og baka það bara svoleiðis, bara svona eins og maður gerir venjulega eins og maður segir. Þannig að ég geri þessa tilraun eins og þið þurfið ekki að gera þær. Góður. En ok. Tökum næstu 2. Reynum að koma þeim svona yfir á plötuna. Þetta er mjög skrítið að meðhöndla þetta. Þetta er alveg gríðarlega vassmikið deig. Ok, bara lögum þetta aðeins og ég ætla að pröfa að gera skurð í það. Ég veit ekkert hvort það virkar. Nei, það er ekki hægt einu sinni, þetta er svo blautt. Nei, reynir þetta ekki einu sinni. Ok, þannig að þetta fer svona í ofninn. Setja inn á 250. Setja þetta inn í ofninn á 250. Lækka hann í 220. Og skvetti vatni á eftir í. Og svo sjáum við bara hvernig þetta kemur út. Sjáum hvort það verður eitthvað öðruvísi en þetta sem var á pítsasteininum. Gefum aftur þetta smá. Brauðin eru tilbúin. Hin 2. Taka út. Þessi 2 líta vel út. Hinn auðvitað líta vel út líka. Það er eitthvað svona það er einhver öðruvísi blær yfir þeim, einhver hluta vegna. Ég veit eiginlega kannski ekki alveg hvers vegna, en ég bakaði þetta á 250 á steininum. Ég ákvað að baka þetta á svona háum hita því ég var með steinin. Þessi setti ég inn á 250 og lækkaði þau svo í 220 og bakaði þau í 15 mínútur. Það er eiginlega þannig lagað engin reyn munur á þeim nema þessi sem fóru fyrst inn, þau blésa þess meir út og það er náttúrulega vegna þess að þau eru ekki eins mikið hefuð eins og hinn. En þessi líta líka mjög vel út, glæsileg. Ég ætla að sýna ykkur ég tók annað brauðið sem ég bakaði fyrra brauðið sem ég bakaði og ég skar það í tvennt og þið sjáu þetta sár, þetta er alveg svoleiðis ekta ciabatta. Svona á ciabatta sárið að vera. Miklar og stórar loftbólur
og skemmtilegt. Og þetta er kallað á ensku svona soak up bread. Nú er einhver góður að þýða það fyrir mig. Það er svona til þess að þegar þú taka upp sko sósuna þegar þú ert að borða eitthvað bolognese eða spagetti eða eitthvað svoleiðis, þá notar brauðið, rífur bara af því og notar það til þess að moka upp sósunni af disknum. Ég fæ vatn í munninn. Jæja, alveg burtséð frá því. Nú ætla ég að leyfa þessum tveimur hérna seinni sem voru að koma út úr ofninum, ég ætla að leyfa þeim að kólna áður en ég líka þessu og skera það líka svona í tvennt og sjá hvort það er einhver munur á þessu. Bara eftir augnablik. Það er komið niðurstaða í málið. Ciabatta á að bakast bara á venjulegri ofnplötu og fara inn á 250 og bakast í cirka 15 mínútur á 220. Örlitlu vatni skvetta eftir brauðinu þegar það er komið inn í ofnin. Þegar ég segi örlitlu vatni skvetta eftir brauðinu þá er ég að tala að við skvettum í botninn á ofninum. Ekki yfir brauðið, það er alls ekki það sem ég tala meina. Það sem ástæðan fyrir ég segi þetta, það á ekki að baka það á 250 og ekki að baka það á pizzasteini, þó svo að það séu mjög margir sem tala það að eigi að gera það, þá er það bara ekki að virka, allavega ekki þessu steini sem ég á. Ég er með Weber stein sem á að vera mjög góður. Það bara virkar ekki og ég hefaði náttúrulega þessi tvö sem fóru seinni en ég hefaði þau örlítið lengur, þannig að við erum að tala svona það bil svona 40 til 45 mínútur hefingu, já 40 til 45 mínútur í hefingu á viskustykkinu eða í kúsinum eins og það er kallað, þó þetta sé nú ekki baconskúsi ég er með, þá er þetta bara venjuleg viskustykki og það virkar fínt. Svo komið að því, ég var búinn að sýna ykkur þetta hérna sem ég bakaði fyrr, þetta lítur mjög vel út, það er ekkert að þessu brauði, það er bara ekki eins fallegt eins og hitt, lítur gríðarlega vel út í sárið, mjög flott. En þetta hérna brauð er að mínu mati meira svona ciabatta lúkkið. Það er að segja að það er pínlítið flatt, ekki alveg flatt samt og það er mikið að ríkur úr sem það er heitt. Það er mikið af lofti í því og sárið er alveg nákvæmlega eins og það á að vera. Þetta var skemmtileg tilraun og ég ætla að skora á ykkur að prófa þetta, ekki láta það aftur ykkur þó að þetta sé pínlítið svona áskorun að vera með svona, vinna með svona blautt deig eða svona vassmikið deig. Já, ég fann þýðingu á high hydration, það er vassmikið eða hátt vassmagn sem er náttúrulega kannski ekki, hljómar ekki alveg eins vel, við skulum nota vassmikið. Þegar maður er með svona vassmikið deig, það er allt í lagi, þetta er ekkert mála meðhöndla þetta, ekki láta þetta aftur ykkur frá því að prófa þetta því að ég er alveg með þá hreinu að þetta er alveg hrikalega gott í mitt með svona bolognese og spagetti eins og amerikanarnir og margir sem ég hef séð baka svona ciabatta, þeir nota þetta til að skafa upp sósuna eins og ég sagði áðan, spagettíinu og bolognesinu og öllu því, eins og ég sagði áðan, ég fæ vatn í munninn þegar ég hugsa þetta, en þetta er það sem ég hef fram að færa í dag. Rosalega gaman að vera hérna og eftir allt það sem á hefur gengið í þessari viku. Það er búið að vera stórkostlegt að fylgjast með því hvað þið eru frjó að posta á Facebook og ég hvet ykkur til þess að halda því áfram og ekki hika við að láta vaða á mig spurningar. Ég reyna að svara öllu sem ég mögulega get og ég er komið með smá tím í kringum mig, kona mín Jóhanna Ingimarsdóttir, þið hafið nú séð hana, svara ykkur svolítið og svona hæla ykkur og Sædís Bá hún ætlar að vera svona örlítið með mig líka í að láta ykkur vita að við erum að fylgjast með ykkur. Þannig að takk fyrir að horfa og takk fyrir að vera til og gangi þér allt í haginn.